þá komið að aprílleiðsögn fyrir Bowman. Þetta opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla. Svo takið til sem eigi. Við döndum okkur beint í lesturinn og byrjum á því að athuga hvað Bowman ég að tala við. Uppákomur, atburði, augrænir áskoranir fyrir Bowman og komandi tímum. Já, ok. Góð leiðsögn fyrir Bowman. Og svo líklega þetta framtíð hér. Kæri Bowmaður. Síðustu misseri hafa sett svolítið mikla pressu á þig. Kannski bara búið að vera mikið að gera eða hvort sem það skóli, vinna eða einkalíf, það er búið að vera pressa og mér finnst eins og hafi verið að reyna að bæja svolítið tilfinningu þínum og ákveðnum hugsunum frá, svona ýta þau í burtu frá þér og viljir ekki að þetta nálgist þig. Sem að svo sem allt í lagi sjálfu sér nema ég að sjá að þetta svolítið mikil pressa. Það eitthvað sem þú vilt, eitthvað sem búið að vera gangi sem þú vilt eiginlega bara alls ekki horfast í augu við og þú ert að forðast að takast á við það. Að því í dag þá þessi pressa farin að segja til sín í formi spennu, streitu, langvinnra streitu sem þetta farið að ná svolítið hressileginu taugakerfið og þetta farið að valda vanlíðan og óþægindum. Það sem komandi til þig núna að þú þarft eiginlega að fara að gera eitthvað í þessu og getur ekki forðast þetta að eilífu. Ef þú ætlar að geta sleppt tökum á þessum óþægindum og unnið þig frá þau þá verður eiginlega að horfast í augu við það að því annars myndi alltaf draga þetta á eftir þér og það, svona mál þau bara hverfa ekki, þau fara ekki bara heldur þurfum við að takast á við þau. Þannig að það eitthvað annað sem þú ert að forðast og það farið að íþyngja þér og fara að segja svolítið mikið til sín og það verið að ýta á þig að fara og takast á við að gera eitthvað í því. Leiðsögn þín, það verið að benda þér á að horfa á heildarmyndina, ekki einblína á smáatriðin, horfðu á heildarmyndina af því að með því að taka kannski 1-2 skref aftur og bak og horfa á stóra samhengið þá verður þetta ekki eins ógnvænlegt og þá eru lausnirnar miklu sýnilegri því að þegar þú ert eins og núna að bæði að ýta þessu frá þér og þess á milli þá dettur í fókus bara smáatriði og smáatriði að þá vex þér þetta svo rosalega í augum að þú frekar reynir að ýta þessu bara lengra í burtu en horfðu á heildarmyndina og þá eru lausnirnar sýnilegri. Hvað var það framtíðina, svona nánasta framtíðina þessu að með því að vinna úr málunum og gangast við því sem í gangi í þínu lífi að þá kemur þessi áframhaldandi farvegur og þá getur þú raunverulega sagt skilið við þessi erfiði og þessi streitu að þá getur þú losað þig við að það verður svo mikið léttir og þá verður framhaldið svo miklu auðveldara bara því að þú ert ekki burðast með alla þessi streitu með þér. En við skulum fá örlítið meiri einsýn hér.
það sem er að sýna mig hér er að þetta er mjög tilfinningalegt mál, allavega þá er þetta mál að hafa mjög tilfinningaleg áhrif á þig, en þú virðist alltaf vera að ýta að tilfinningunum frá og kaffara tilfinningarnar. Mér finnst þú vera að reyna að fara þetta svolítið á hnefunum, býta á jaxlinn og bara hunsa tilfinningarnar og taka þetta svolítið bara á rökfærslunni og verkvitinu og eins og ég segi, býta á jaxlinn, taka þetta á hnefunum, bara berjast í gegnum þetta með kjafti og klóm og bæla niður tilfinningarnar. Og það er ekki alveg að gera sig fyrir þig. Í rauninni þá sko veist þú hvað þú þarft að gera og þó þið líka ekki þá er það einmitt þetta sem ég var að segja, að þú veist að fara inn í tilfinningarnar og horfist í augu við hvað sem þetta er og ekki reyna að fela það. Þegar þú veist, sko, þú veist þetta allt saman, því bara langar ekki til þess að þurfa að takast á þetta, það er svolítið þar. Það er mikil vöxtur fyrir þig að ganga í þetta frá tilfinningalegu hliðinni og eins og segja með víðara samhengi, stærra sjónarhorni. Og þó það þýðir líka að þú þurfir að berskjalda þig, að þá er það nú ekki svo hættulegt. Og í rauninni þetta sko að með því að berskjalda þig aðeins, ég er ekki að segja að þú þurfir að strípa þig alveg komplett, en bara með því að leyfa þér að vera slaka svolítið úr hörkunni, leyfa þér að vera svolítið inn í tilfinningunum, leyfa öðrum að sjá að þetta er ekki alltaf fullkomið, að þá nærðu miklu betri stjórn á málunum en þú gerir þig grein fyrir, að það meðan þú ert í þessari hörku þá ertu ekki með stjórn á hlutunum, en með því að stíga inn í málin, fara inn í tilfinninguna, gangast við erfiðleikunum og vinna á þeim, þó því að þú þurfir að berskjaldast inn á milli, að það mun færa þér styrkin og stjórnuna sem þú þarf til þess að klára málum. Og það er líka það sem þú stendur uppi með í lokin þegar þú ert búið að ganga í þetta, þú ert búið að ganga í málin og byrja að leysa úr, að þá myndu upplega fljótlega að þú ert með stjórnarhlutunum. Þú ert alveg að ráða við þetta, þú höndlar þetta og ræður við þetta og þú heldur styrknuðinum í því sem þú ert að gera, þrátt fyrir að vera berskjaldaðra en þú hefði þórað að vona og þú ert að vera inn í tilfinningunum og þó þetta sé erfitt, að þá myndu bara með því að horfast í augu við og gangast við þessu, að þá ertu að taka stjórnina svolítið til því. Og í lokin ætla ég að fá eitt spil bara með stuttu skilaboðum í lokin til að taka heim og saman. Það er hér spilið Transcend. Þetta er sem að fara umfram það sem þú telur þig vita. Því oft teljum við okkur vita fyrir víst bara hverjar aðstæður eru og hvernig þetta lítur allt út. Þetta er svolítið eins og ég var að lýsa sko með smáatriðin, að þegar þú ert alltaf bara með mörg smáatriði kringu þig, að þá virðist oft svo miklu stærra en það er og mann vantar heildarmyndina, maður telur sig hafa allar upplýsingarnar, maður telur sig vita þetta allt saman. Oft hættur okkur til að meira segja að telja okkur vita hvernig aðrir eru að sjá hlutina eða hvernig aðrir eru að hugsa eða hvað aðrir eru að hugsa, hvernig öðrum líður. En það er oft bara eitthvað sem við erum sjálf að draga ályktanir og án þess að vita það í raun og veru. Og það er verið að benda svolítið þetta, þú veist, það er meira í gangi en það sem telur þig vita. Þú ert ekki með alla söguna, þú ert ekki með öll sjónarhornin og með því að fá stærra sjónarhorn og stærra samhengi þá myndu sjá, þú myndu uppgöta nýja vinkla og þú myndu sjá þetta í öðru ljósi. En þá ætlum ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboð til sömnu rétt til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.